Komið þið sæl. Það var nú ein mesta ferðahelgi landsins eða ársins að hefjast og veður útlit svona ekkert sérlega spennandi fyrir sérstaklega þá morgundaginn og ekki minnst annað kvöld aðra nótt. En við skulum líta hér á hvernig staðan verður hér og við sjáum hér að það eru tvær lægðir hérna og sú sem á eftir kemur nú mun hraðar og svona gengur inn í hina seint annað kvöld og veldur leiðinda veðri hér á Suðurlandi og ekki minnst á sunnanverðu miðhálendinu. Þannig að bæði mikið vatnsveður og talsvert hvasst, þannig að þar geti vindur farið í svona 15-18 metra í meðalvind og hviður eitthvað dálítið hærra en það. Þessu fylgir hins vegar ágætlega hlýr loftmassi, þannig að loftið er nú ekkert voðalega kalt, en með þessu hlýja lofti hins vegar þá kemur töluvert mikil raki og þar af leiðandi verður það náttúrulega til þess að það rignir mjög mikið, sérstaklega þar sem að vindur stendur af hafi og á land eins og undir Eyjafjöllum, Mýrdalnum og ekki síst undir Mýrdalsjökli sem aftur á móti hefur þá kannski ekki sérlega jákvæð áhrif á Vestmannaeyjar. En þróunin síðan ef við horfum á hana hér í kvöld og til hádegis á morgun er að það er nú róleita veður hérna í kvöld og í nótt og það léttir til nokkuð víða fyrir norðan en strax í fyrramáli koma þessi skil frá fyrirlæðin hérna inn og það fer svona að rigna líklega eitthvað svolítið fyrir hádegi hérna á suðvesturhorninu. Ekki sérlega hvasst eða mikil úrkoma svo sem en þetta gæti að verið staðan hádegi á morgun, hæglætis veður fyrir norðan og austan en farið að svona hreyfa suðaustanáttina með einhverri rigningu hérna vestan til. En síðan er þá þróunin frá því hádegi á morgun og til laugardags að sjá hvernig bæti síðan í hér annað kvöld bæði í vindu og úrkomu og gula viðvaranir að koma inn tíma. Þær standa nú ekki lengi yfir enda fara þessi skil nokkuð hratt yfir en á móti kemur það er töluvert mikið vatn í þessu. Við sjáum hér á Snæfellsnesi á norðanverðu Snæfellsnesi sérstaklega á laugardaginn. Það er eitthvað sem að þarf nú að skoða svona þegar nær dregur hvort það sé ástæða til að fara á gult þar líka svona en við látum það nú liggja milli hluta núna og Veðurstofan mun þá sjá að setja þær viðvaranir í loftið ef að þörf krefst. En við sjáum að það er þá einhver rigningin hérna á Vesturlandi á hádegi og laugardag. Aðrir landshlutar fá lítið og svo verður sæmilega bjart og eins hlýtt þá fyrir norðan og austan. Þróunin síðan þá yfir til sunnudags er að þessi bakki heldur áfram hérna allra vestast. Það er minni úrkoma, það er ekki þurrt á Suðurlandi, þannig að það verður nú áfram væta og svo koma svona bakkarinn, hérna koma önnur smáskilinn fyrri part sunnudags og síðan er þá lægðin komin hérna ansi nálægt okkur miðjan dag og sunnudag og hitatölurnar í ágætismálum 10, 12 og upp í 15, 18 stig þar sem best verður. Vindáttin orðin suðvestlæg hérna sunnan til en síðan ef við lítum þá yfir á mánudaga þá er í raun lægðin komin hér töluvert norður fyrir og við tekur róleghita veður og hægbreytileg átt og skúraleiðingar svona í flestum landshlutum. Þannig að það er nú orðið svona mánudagurum verður ágætisdagur til heimferða hvað það varðar. Í Evrópu hins vegar á morgun er að það er nokkuð víðtækt skúraloft hér í kringum þessa lægð hérna rétt vestan við Svíþjóð og það dregst hérna langt niður og alveg suður að Ölpunum. Skúraveðri sem var í gær í Grikklandi og Tyrklandi hefur nú dregið verulega úr því. Ítalíuskaginn verður nú bjartur og fínn á morgun og sama er að segja Íberíuskagann en þó má gera ráð fyrir að verða einhverja smá skúrir en áfram ágætlega hlýtt á þeim slóðum. Kanarí, það er bara rjómablíða en það er ákveðin hætta að gæti komið einhverja smá skúrir úr norðri en þær eru bæði fáar og litlar en að öðru leyti fínasta veður á þeim slóðum. Og vesturumhaf, þetta úrkomusvæði sem búið er að vera liggjandi hér yfir Suðurríkjunum og með austurströndinni, það er svona smátt og smátt að færast hérna til austurs og sleppa landi en það er samt sem áður skúraleiðingar nokkuð víða hérna sunnan og austan til í Bandaríkjunum. Hæðin yfir Kanada heldur velli en það eru einhverja smá skúrir í Klettafjöllunum en að öðru leyti ágætasta veður. Vesturströndin björt og við sjáum hér hitastigið í Phoenix 44 gráður, það er svona í heitari kantinu fyrir flesta en þetta er eyðimerkurloft og það er ekkert við því að gera. En á morgun hjá okkur er vaxandi suðaustanátt og fyrri skilin koma hér inn fyrir hádegi á morgun og svo seinni skilin annað kvöld með gulum viðvörunum. Verið þið sæl.